borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 15. nóvember í Hagaskóla. Við göngum til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál sem tillaga óbreytt laun kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sérstaklega gaman að vera hér í Hagaskóla í tengslum við Hverfavíku hér í Vesturbæ, en eins og borgarstjórnin kunnugt að þá höfum við á þessu kjörtímabili flutt skrifstofur borgarstjóra í mismunandi hverfi borgarinnar og sú hugmynd ekki alveg ný. Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, reið á vað með þetta og flutti skrifstofur sínum í Breiðholt á síðasta kjörtímabili og núna erum við búin að fara í öll hverfi að segja má nema 2, Miðborgin og Kjalarnes eru eftir og verða þau á dagskrá eftir áramótin. En við erum hér til þess að formgera að segja má umræðu sem við tókum í borgarstjórn á síðasta fundi. Það að segja hér liggur fyrir borgarstjórn tillaga óbreytt laun kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg sem svo hljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn beinir því til forsætisnefndar að ákveða að tímabundið nemi laun borgarfulltrúa 77,82% af þingfararkaupi eins og það var 28. nóvember síðastliðinn eða fyrir uppkvæningu úrskurðar kjararáðs númer hvað það? 2016.3.001 ef þetta rétt númer. Hið sama gildir launagreiðslur annarra kjörinna fulltrúa sem taka með að þingfararkaupi. Þessi tímabundna ráðstöfun skal standa yfir það til Alþingi hefur haft tækifæri til að bregðast við úrskurði kjararáðs eða eigi síðar en 31. desember næstkomandi. Bregðist Alþingi ekki við úrskurðinum því beint til forsætisnefndar að gera breytingu á samþykktum kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg. Tilvitnun lýkur. Úrskurð kjararáðs og þær afleiðingar sem hann getur haft væri þetta langt mál. Ég læt mér nægja að ítreka það sem kom hér fram á síðasta fundi í umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Það raun einn stærsti áhættuþáttur í ytra umhverfi Reykjavíkurborgar hvernig kjaramálin þróast, hvernig verðbólga þróast sem hluti af þessu almenna umhverfi og ég held að sé ekki ofmælt að segja að úrskurður kjararáðs hafi verið sprenging inn í það. Þá ekki bara að tala umræður laun þeirra hópa sem eru ekki með samninga eins og til dæmis kennara sem hafa ekki farið fram hjá neinum, heldur líka það að allur vinnumarkaðurinn í þeirri stöðu að það verði metið í upphafi nýs árs hvort að þeir samningar gildi áfram til ársins 2019 eða teljist lausir og þá þarf að semja þá aftur. Ég held að borgarstjórn sé að stíga skynsamlegt skref með því að orða þetta svona. Þá verið að gefa nýju Alþingi svigrúm til þess að grípa þarna inn í og þannig verið að fresta því að borgarstjórn fari gegnum samþykktir forsætisnefndar að hreyfa til viðmið eða í raun ákvarða beint eða óbeint eigin laun. Sem þó sú staða sem að sveitarstjórnarlög setja raun kjörna fulltrúa í sveitarstjórnum rétt að ítreka það. Sveitarstjórnarlögin ganga út frá því að við ákvörðum það í samþykktum hver laun kjörna fulltrúa eru. En ég held að flestum þykir rétt að það gildi almenn viðmið og borgarfulltrúar sé ekki hverjum tíma að hafa áhrif á sín laun. Og þarna samt búið að útfæra tillögur sem ég vona verði algjör sátt og hef ekki heyrt annað það að launin verði óbreytt þannig að Alþingi fái færi á að grípa inn í. En ef það gerist ekki þá áskilur borgarstjórn sér rétt til þess að fara yfir málið og ákvarða launin. Sama gildur laun borgarstjóra. Ég hef gefið þau fyrirmæli að þau hækki ekki til samræmis við úrskurð kjararáðs og gerði það strax daginn eftir með sama hætti og hér fyrir lagt að þá sé ekki fyrir mér að breyta þeirri ákvörðun fyrir ljóst hvað Alþingi gerir
og mun þess vegna fylgja nákvæmlega þeirri línu sem hér verið að leggja varðandi borgarstjórn og alla kjörna fulltrúa, varðandi laun borgarstjóra, þó svo að það kalli ekki á sérstaka samþykkt borgarstjórnar, enda skils mér eftir að hafa farið yfir þetta með okkur helstu sérfræðingum að ég hafi þar fyrst og fremst við einn mann að semja og það ég sjálfur og það tók nokkuð hratt af það samtal vegna þess að ég gaf þessi fyrirmæli strax og það stendur. Ég ítreka að við eigum að halda þessu vel á lofti gagnvart nýjum þingmönnum og nýju alþingi, að það skipti gríðarlegu máli að alþingi stígar þarna inn í. Að mínu viti hefur það ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir ekki bara kjaraþróun, heldur efnahagsþróun á Íslandi á næstu misserum ef að það verður ekki gert. Og í raun þess vegna brýnt að alþingi fara að koma saman til að taka af skarið í þessu og ég hef raunar ekki heyrt á yfirlýsingu neinna, allavega fárra nýrra þingmanna sem gefa ekki tilefni til annars en bjartsýni hvað þetta varðar. Satt ber segja og það gott vegna þess að alvarleiki málsins mikill. Takk. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, ágæti borgarstjóri og borgarstjórn. Það alveg ljóst að borgarstjóra var nauðugur einn kostur að koma hérna upp til þess að formgera, eins og hann segir, það ákvörðun sem ég vildi meina hefði verið einræðisleg og frekar flaustursleg þarna á 1. nóvember, þær yfirlýsingar sem hann kom þá með. Sá hálfu mánuður sem hefur liðið hefur aftur á móti veitt okkur færi á að skoða nákvæmlega hvað í þessari ákvörðun felst, hvað felst í þessum yfirlýsingum borgarstjóra og einnig hvaða afleiðingar, forsendur og afleiðingar við erum að horfa á. Ég sit ekki í forsætisnefnd og auðvitað var þetta lagt fram þar og ég hefði viljað sjá tillöguna orðaða þannig að við værum hreinlega að afsala okkur launum. Því það það sem við erum jú sannarlega að gera. Nú það þannig að samkvæmt stjórnarskránni að þá bann við afturvirkni laga og það bann við íþyngjandi ákvörðun. Þessi ákvörðun íþyngjandi og hún afturvirk. Þannig að við erum í staðinn fyrir að hafa kannski aðhafst bara strax í 1. nóvember með því að kalla saman forsætisnefnd. Forsætisnefnd hefur nú kölluð saman með hraði áður til þess að taka á þeim málum. Þá allavega hefðu getað komið í veg fyrir afturvirkni. En það annað sem ég hef velt fyrir mér og það vegna þess að á mánudaginn í síðustu viku að þá komu mjög margar, fengu við borgarkjörnu fulltrúar mikið magn af tölvupóstum frá kennurum sem lýstu því yfir að það sem fylgdi mælinn og ástæðan fyrir því að þeir væru að senda þetta bréf væri ákvörðun kjararáðs. Og þau bréf sem ég hef fengið hef ég skilið mæta vel vegna þess að við tókum umræðu einmitt kjaramál kennara í borgarstjórn fyrir 4 vikum síðan. Þar sem að við meðal annars vorum alls ekki sammála það að það væri launin sem skiptu máli hjá kennurum og því var oftar en ekki haft upp í andölum við mitt mál að þetta væri bara alls ekki rétt hjá mig þegar ég sagði að það væri launin sem skiptu máli. En kennarastéttin orðin kvennastétt. Sjá. Nú datt út hjá mér. En í dag í borgarstjórn sitja 9 konur af 15 kjörnum fulltrúum. Og ég leyfi mér alveg að spurja sjálfa mig að minnstakosti hvort að þessi ákvörðun væri tekin hér með fullan sal af karlmönnum. Mér finnst nefnilega
að við séum að gefa skilaboð til kvenna, til kvennastétta og til dætra okkar það að þegar okkur eru ákvörðuð laun og við erum ekki í sömu stöðu og borgarstjóri að ákveða okkar laun sjálf, vegna þess að það má rifja það upp að mér, eftir því sem ég kemst næst, að þá eftir hrun, að þá var starf borgarfulltrúa lækka úr 100% af þingfararkaupi niður í 77% sem það í dag. Og með við þá lækkun sem við ætlum enn að fara í núna, þá verðum við bara að fara að horfast í augu við það að borgarfulltrúastarfi sé það bara 50% starf. Það eru kannski margir hérna borgarfulltrúar sem eru að sinna fullt af öðrum verkefnum. Ég hef allavega ekki tíma í það. Þannig að mér finnst sem sagt þessi skilaboð sem að við erum að gefa bæði góð og slæm. Ég hef fullan skilning og það veit borgarstjóri vel og það veit meirihlutann og ég sakna svo sjá ekki formann borgarráðsins sem ég hef tekist á þetta mál að þetta brennir mig mjög fyrir brjósti. Við erum við að með því að taka þess ákvörðun, erum við að liðka einhvern veginn fyrir samningaviðræðum við kennara. Við getum sagt að sjá eitthvað borgarstjórn gerði, þau voru svo rosalega góð og nú verður þið bara að gera það líka. Auðvitað náttúrulega að þær samningaviðræður komnar til ríkissáttasemjara. Þannig að þessi tillaga sem að öllu leyti vel meinandi og vel framsett, það eru á henni annmarkar. Og ég myndi vilja að konurnar hérna í borgarstjórn, allar, komi hérna í pontu og segi hvort að þetta séu skilaboð sem að þau vilji gefa til kvenna, til kvennastétta, til mæðra sinna og dætra. Þá það annar vinkill sem að ég var ekki alveg viss þegar við vorum að lesa yfir þessa tillögu háttvirtur borgarstjóri sem að mann sjá tillagan óbreytt laun hérna inni að við ætlum að hafa þetta tímabundið og þetta eigi að ná til borgarfulltrúa en svo eigi þetta ná yfir borgarstjóra líka og ég veit að borgarstjóri fór í fjölmiðla 1. nóvember og lýsti því yfir að þetta myndi ná yfir hann. Ég ætla að vona að koma bara hérna upp í pont og staðfesta bara við mig að það sé rétt. Og ég hjó samt eftir því hérna áðan og ég búin að velta mikið fyrir mér stjórnsýslulegu aðkomunni aðeins vegna þess að við kjósum borgarstjóra hérna í borgarstjórn og gerum það upphafi kjörtímabilsins. En við höfum aldrei fengið að sjá ráðningarsamningin hjá honum. En ég hef fengið að sjá ráðningarsamningi hjá fráfarandi hjá framkvæmdastjóra Strætó og einhverjum öðrum sem við höfum óskað eftir í borgarráði en ég hef ekki fengið að sjá ráðningarsamning borgarstjóra. Ég reyndar alveg vissum að borgarstjóri ekkert að fara neitt í felur með það ef við myndum biðja hann það en ég nú samt búin að biðja hann í 2 daga að fá að sjá hann til þess að geta mitt áttam á því hvort að borgarstjóri þurfi með formlegum hætti, það fyrir samningur. Og það mjög slæmt að borgarstjóri gerir samning við sig sjálfan og hann hafi lýst í hérna yfir að boðleiðirnar væru stuttar. Að þá þurfi væntanlega að koma formleg yfirlýsing til, ég veit ekki, borgarlögmanns, borgarrita, skrifstofu borgarstjórnar eða eitthvað slíkt. Og ég óska bara eftir að við fáum bara afrit við borgarfulltrúar áður en við samþykkjum þessu tillögu, að við fáum bara afrit af þeim tölvupósti eða þeim skilaboðum til yfirvaldi sem að borgarstjóri ætli sér ekki að þykja laun í samræmi við þetta. Því annars þetta svolítið allir nema ég. En ég ekki að segja að það sé í þessu tilviki. Það svolítið svona slóman við fyrstu sín á þessu. En ég ætlast til þess að kona sem hérna í borgarstjórn, í meirihluta og minnihluta, komi hérna upp og segi hvort það séu sáttar við þessi skilaboð sem við erum að gefa út í samfélagið til okkar kyns, til kvenna í samfélaginu, kvennastétta og dætra, en það sé bara í lagi að lækka launin okkar sem eru ákvörðuð af kjararáði. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna
Sveinbjörnsdóttir loki máli sínu og þá borgarstjóri óskar eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú byrja á því að þakka borgarfulltrúnum fyrir einhver þá furðulegustu ræðu sem ég nokkuð tímann heyrt og hef ég heyrtar margar. Þetta var ræða sem að var ekki hægt að skilja öðruvísi en sem mjög mikla gagnrýni á það að borgarstjórn ætlaði að axla þá ábyrgð að taka ekki þátt í þessum ótrúlega gjörningi kjararáðs og afþakka þessa launahækkun á grundvelli þess að hvað? Að kjörnir fulltrúar væru kvennastétt. Þetta má ræða kvennastéttur og allt slíkt en mér finnst þetta bara mjög furðulegu málflutningur og bara draga einhvern veginn bara mjög furðulegur. Það sem hér í gangi að kjararáð var að úrskurða laun alþingismanna og ráðherra. Laun borgarfulltrúa taka mið af því og laun borgarstjóra líka. Og við stigum hér mörg fram, ég strax, aðrir aðeins seinna og sögðum þetta gengur ekki. Þetta bara gengur ekki. Og ef að ég lýsti því líka að ég vona að það takist breið sátt hér í borgarstjórn það að samþykkja þessa tillögu og formgera þessa meginlínu, gefa Alþingi þetta færi og ég ítreka þá von því að kjarni málsins að þessi úrskurður kjararáðs getur ekki staðið ef það á að vera einhver friður í þessu samfélagi kjaramál, kjaraþróun. Varðandi það hvað ég gerði að þá hef ég upplýst það meðal annars á persónlegri Facebook síðu borgarfulltrúans að ég gaf þegar á undirbúningsfundi borgarráðs þau fyrirmæli að þessar launagreiðslur færi ekki fram, að launin yrðu óbreytt, bæði varðandi mig og borgarfulltrúa. Ég hef alltaf viðurkennt að það þarf að formgera þetta frekar gagnvart borgarfulltrúum. Þetta nægir gagnvart borgarstjóra. Ef hins vegar að borgarfulltrúinn óskar eftir því að ég sendi jafnframt tölvupóst á launadeildina þessu til staðfestingar með CSI og hana, að þá skal ég vera bara með ljúft og skylt að vera við því. Það er borgarstjóri lokið við það að veita ansvar. Þá svarar ansvari borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, borgarstjóri og borgarstjórn, það er náttúrulega með ólíkindum að borgarstjóri komi hérna og lýsi yfir einhverju furðu með þessa ræðu mín. Ræðan mín að hún vakti athygli á öðrum vinkli eins og ég sagði á þessari ákvörðun. Ég sagði líka að ákvörðunin, að tillagan, hún væri góð, en hún hefði í sér þann sem áður slæman vinkil og við getum ekki lokað augunum fyrir því. Og það sem að borgarstjóri sagði á minni persónlegu Facebook-síðu var það að hann hefði haft samband við, hann hefði tilkynnt yfirstjórn Reykjavíkurborgar. Ég vissi bara ekkert hvernig nákvæmlega skilgreiningin var hjá borgarstjóra á yfirstjórn, en ég átti mig þá að það var á undirbúningsfundi meirihlutans fyrir borgarráð. Undirbúningsfundi embættismanna. Embættismanna, já, bara það er gott að það komi fram. Þannig að ég stend ennþá við það, ég óska þess að við, það er mjög mikilvægt að eiga þessa umræðu hérna. Við getum svona líka tekið umræðu á öðrum vettvangi borgarstjóri laun kvennastétta og þau skilaboð sem við erum að gera og sem við erum að gefa. Það eru þetta upplausn í þjóðfélaginu og við erum með tvífellda kjarasamninga við kennara og það er mjög alvarlegt mál. En það er ekki bara við borgarstjórn og sveitarstjórn að sakast. Því það er alveg komið ljóst að það hefur verið trúnaðarbrestur á milli grunnskóla, kennara og samninganefndarinnar þar. En ég í andsvari, ég ítreka það við meirihlutann að ég vil fá ykkar sjónarmið hérna upp á borði í pontu og ekki alltaf að þegja þunnu hljóði sitjandi og taka undir allar tillögur sem koma algjörlega athugasemdalaust, allavega þannig að við í meirihlutanum fáum að heyra ykkar sjónarmið. Þá er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að svara ansvari, þá veitir ansvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er kannski ekki miklu við þetta bæta en ég vil þakka borgarfulltrúnum fyrir þetta ansvar og skýra afstöðu sína. Ég held að það sé bara mikilvægt að það komi fram. Ég hef svo óskað eftir því að borgarfulltrúar fái ráðningarbréfið samþykkt. Þetta er ekki ráðningarsamningur í eiginlegum skilningi, heldur ráðningarbréf þar sem að þeim sem kjörin er
borgarstjóri hverju sinni kynnt þau ráðningakjör sem því tengjast, en í stuttu máli eins og ætti ekki að koma neinum á óvart að þá taka kjörin alfarið mið af kjörum forsætisráðherra. Það borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, ágætu borgarstjóri og borgarstjórn, bara þakka borgarstjóra fyrir. Það sem mig langar að vita þegar við göngum nú til samþykktar á þessari tillögu, hvað það sem borgarstjóri sér fyrir sér að gerist 1. janúar 2017? Ef að kjararáð hefur ekki dregið tilbaka ákvörðun sína eða Alþingi breytt henni eða fellt henni úr gildi. Ég vil bara aðeins fá að velta því hvaða veruleika við erum að horfa fram á þá. Þannig að þá mögulega vinkillinn að koma, herra borgarstjóri, sem ég sagði hann, að við erum bara að fara að borgarfulltrúa staðinn í Reykjavík 50% starfsstaða. Þannig að ég langar að fá smá endurvarp á þetta. Hvert erum við að fara eftir 1. ef að verður ekki búið að gera breytingar? Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við það að svara andsvari, þá veitir borgarstjóri stutta athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að það sé góð regla í pólitík að svara sem fæstum spurningum sem byrja á ef. Ég held að við verðum bara að fara yfir það þegar og ef við sú staða verði. En eins og ég vil bara ítreka að allar yfirlýsingar frá nýjum þingmönnum og nýju þingi gefa mér vonir það að Alþingi grípi inn í úrskurð kjararáðs. En það væri annað glabræði. Það borgarstjóri lokið við það að veita stutta athugasemd og andsvörum lokið. Þá borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ræðum hér tillögu borgarstjóra, afar mikilvæga tillögu sem að ég styð 100%, svo það komi alveg skýrt fram í byrjun á mínu máli óbreytt laun kjörinna fulltrúa í kjölfarið á úrskurði kjararáðs sem að tekin var 29. október síðastliðinn. Úrskurður kjararáðs út úr öllu korti að mínum viti og að baki liggur fullkomið skilningsleysi á samhengi kjara á almennu launamarkaði milli æðstu ráðamanna þjóðarinnar annars vegar og hins vegar almennra launþega. Launþegahreyfingarnar hafa allar sem ein mótmælt þessum úrskurði og bent á hrópandi mótsögn þessara ákvörðuna við almenna launaþróun í landinu og samningar sem að ríki, sveitarfélög og aðila vinnumarkaðarins hafa gert launaramma næstu ára. Höfum í huga að samkvæmt launastefnu sem að ríkisvaldi og sveitarfélögin styðja gert ráð fyrir því að laun hækki 30,5% á 5 ára tímabili frá nóvember 2013 til ársloka 2018. En hér í einu skrefi verið að úrskurða að laun æðstu ráðamanna þjóðarinnar á vegum ríkisins eigi að hækka alltaf 45% í einu skrefi. Þetta líka, þessi ákvörðun þeim mun magnaðri að hún í algjörri andstöðu við lögin kjararáð, við 8. grein laga kjararáð þar sem segir með leyfi forseta: kjararáð skal ætíð taka tillit til almennrar þróunar kjaramála á vinnumarkaði. Og því ótrúlegt að í einu skrefi sé hægt að taka ákvörðun 45% hækkun örfáum mánuðum eftir að sama kjararáð úrskurðaði hækkun á launum sömu ráðamanna þjóðarinnar ríflega 7%. Þetta svona 5-föld sú launahækkun sem almennt hefur farið yfir vinnumarkaðinn á undanförnum misserum. Við horfum á 10% hækkun launa á almennum vinnumarkaði á síðastliðnu ári, gæti farið eitthvað upp á þessu ári ef marka má nýjustu upplýsingar, kannski 12-13%. En gjáin sem að þarna að myndast milli þeirra sem ráða og þeirra sem að eru almennir launþegar himinhrópandi og ótrúleg. Það síðan auðvitað kaldhæðni örlagan að kjararáð vinni sín verk með þeim hætti að funda sér fyrir luktum dyrum á sjálfan kjördag, á sjálfri lýðræðishátíðinni og komist þá að þeirri niðurstöðu sem að raun ber vitni þar sem almennum launþegum í landinu í raun og veru sendur fingurinn, svo ég orði það bara hreint út. Við þær aðstæður sem við búum við þegar að rætt mikilvægi stöðuleika á vinnumarkaði þessi skilaboð frá þingkjörnu ráði auðvitað algjörlega fráleit.
Höfum í huga að hér að ræða ráð sem er pólitískt skipað. Þarna sitja 3 fulltrúar frá pólitíkinni, 2 frá þeirri ríkisstjórn, eða fulltrúum þeirra ríkisstjórnar sem hefur setið undanfarið kjörtímabil, fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, 1 frá minnihlutanum, Vinstri grænum og síðan sérstakur fulltrúi fjármálaráðherra. Það sem ég finnst skipta máli við þessar aðstæður núna, við erum í þessum sal miðjan nóvembermánuð og það eru liðnar tæpar 3 vikur frá því að þessi úrskurður féll. Og mér er algjörlega fyrirmunlega að skilja af hverju sú ríkisstjórn sem að þrátt fyrir allt situr enn í landinu sem starfsstjórn hefur ekki fyrir löngu kallað sama þing til þess að samþykkja þingmál sem aftur kallar ákvörðun kjararáðs eða að minnstakosti leggur fram þingsályktunartillögu þar sem lýst eindreginni andstöðu við ákvörðun kjararáðs og ráðið hvatt til þess að draga ákvörðun sína tilbaka án tafar. Það er fordæmi fyrir slíkri atburðarás, rétt að minna á það að í lok nóvember 2008 eftir hrun fjármálakerfisins þá beindi forsætisráðherra tilmælum til kjararáðs þess efnis að laun æðstu ráðamanna þjóðarinnar skyldu lækka 5–15%. Lækka 5–15%. Kjararáð hafnaði því og sagðist ekki hafa neina lagaheimild til þess að taka slíka ákvörðun. Viðbrögð þingsins voru að fara í að semja lög, semja frumvarp og setja lög á Alþingi þar sem að kjararáði var falið að lækka laun 5–15% og það gekk síðan eftir. Hvaða máli skiptir þetta fyrir utan það að rífa í sundur friðinn, ef svo má segja, milli kjörinna fulltrúa, æðstu ráðamanna þjóðarinnar og almennings? Jú, það liggur fyrir að það er verið að setja nýtt viðmið og við þurfum ekki annað en að lesa ályktun sem að stjórn Kennarasambands Íslands sendi frá sér eftir úrskurð kjararáðs þar sem að sagði, með leyfi forseta, nú hefur kjararáð hækkað laun alþingismanna og ráðherra verulega. Í framhaldinu er eðlilegt að launasetning annarra hópa samfélagsins verði leiðrétt til samræmis og þar hafa kennarar verið á rangri hillu sem löngu er tímabært að færa í rétt horf. Þetta viðmið stendur enn og hefur ekkert verið breytt þrátt fyrir ummæli einstakra þingmanna og ráðherra í fjölmiðlum. Þetta viðmið stendur og það er auðvitað þegar komið til framkvæmda hjá ríkinu. Rétt að hafa það í huga að launin hafa þegar hækkað, gerðu það síðastliðin mánaðamót hjá þingmönnum og ráðherrum. Þannig að skaðinn er skeður og mín skoðun er svo að það séu engar líkur á því að kjarasamningar við almenna launþega verði samþykktir meðan að þessi fleitn er í holdi almennings í landinu. Og skilaboðin út í samfélagið eru þetta bara forkastanleg, að það sé bara eðlilegt að hækka toppana í stjórnkerfi ríkisins á einu bretti 45%, ofan á 7% launahækkun í júní, meðan að almenni launþegar bera margfalt minna úr býtum í sínum samningum. Skítt með jöfnuðinn, skítt með allan stöðuleika, skítt með almenning og til að býta hausinn af skömmunni þá er þetta gert á kjörda meðan almenningu fer í sparifötin, skundar á kjörstað, grunlaus þau myrkraverk sem að unnin eru á sjálfri lýðræðishátíðinni. Það er ekki eftir neina að bíða og ég vil segja það bara alveg hreint út að það á að vera forgangsmál hjá Alþingi að koma hér saman. Forsætisráðherra getur kallað Alþingi saman hvenær sem er og menn vindi sér í það að vinda ofan af þessari fáránlegu ákvörðun kjararáðs. Ég styð því ákvörðun tillögu borgarstjóra heils hugar og vonast eftir því að við stöndum saman það hér í borgarstjórn. Þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu. Það er einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans og það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, ágæti borgarstjóri, borgarstjórn, ég sé mitt knúna til þess að koma hérna upp og leiðrétta nokkrar hreinlega rangfærslur eða svona leiðbeina borgarfulltrúa Skúla Helgasyni í ræðu hans. Hann segir skaðinn er skeður, laun þingmanna ráðherra hafa þegar hækkað frá 1. nóvember. Það var nákvæmlega það sem ég var að benda á borgarfulltrúi Skúli Helgason í ræðunni minni áðan, að launin hafa einmitt líka hjá okkur hækkað. En Samfylkingin hefur ekki verið að kippa sér upp við afturvirkni laga hingað til eins og vísun til átnaborðslagana og þessi það var. Það er nefnilega málið, er það að það er afturvirkni laga og við skulum bara orða hlutina eins og þeir eru með því að þessi tillaga hérna, við erum ekkert að leiðrétta að fara tilbaka, við erum bara að afsala okkur launum. Hver sá borgarfulltrúi
sem óskar eftir því að fá launin greidd. Hann getur fengið þau greidd samkvæmt núverandi kjarasamningi frá 1. nóvember þar til að forsætisnefnd tekur ákvörðunina. Og það hef ég eftir umræðinu við borgarlögmann. Það náttúrulega alveg skýrt að þessi regla, þetta sem við erum að setja núna, hefur afturvirkar afleiðingar. En við í borgarstjórninu var alltaf tilbúin til þess að bara afsala okkur þeim mannréttindum í ljósi friðar. Það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér finnst það með ólíkindum að heyra borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur kalla þennan óskapna mannréttindi. Ég held að ef við höfum einhvern snefil af virðingu fyrir almannahagsmunum þá hljótum við að skilja heildarsamhengi þessara ákvörðunar, hvaða áhrif þetta hefur á launaþróun á almennum vinnumarkaði og hvaða skilaboð við erum að senda út í samfélagið það samhengi sem eigi að vera milli kjara æðstu ráðamanna þjóðarinnar og almennings í landinu. Þetta er forkastanleg ákvörðun sem að við ættum auðvitað ef við höfum snefil af sómatilfinningu að sameinast að vera á móti. Það er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að svara andsvari. Það veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir. Frú forseti, ágæti borgarstjóri, borgarstjórn, ég vil bara minna borgarfulltrúan á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Ég fer ekkert með aðra skilgreiningar heldur sem þar eru á bann við afturvirkni laga og bið borgarfulltrúan allan að kynna sér það. Ég ítreka skoðun mína og það kröfu sem ég kom fram með að konurnar hér í salnum komi upp í pontu og tjái sína afstöðu gagnvart þessu máli. Það er borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Ég er reyndar ekki, ágæti forseti og ágæti borgarfulltrúi, ég er reyndar ekki kona í þessum sal en mér finnst það að vera ansi langt seilst að pakka þessum málflutningi inn í þær umbúðir að hér séum að einhvers konar jafnréttismál. Eða hvaða skilaboð eru það út í samfélagið að í borgarstjórn eða á Alþingi eða í ríkisstjórn sé það sérstakt forgangsmál að hækka laun þessara aðila langt umfram það sem að stórar kvennastéttir eins og til dæmis kennarar ber úr býtum í samningum á almennum vinnumarkaði. Hvers konar jafnréttisstefna er það? Ég næ engan veginn utan að það sé atriði sem að við getum varið hér og lýsi furðu minni á því að menn séu komnir á þennan stað í sinnum málflutningi. Þá er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við það að svara andsvari. Þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þekki ekki nokkur mann sem getur tekið undir þessa hækkun kjararáðs. Ég þekki ekki nokkur mann sem finnst í lagi að hækka í einu vetfangi laun kjörinna fulltrúa 45%. Ég held að öllum hafi verið ofboðið. Okkur hér í þessum sal öllum líka og Sveinbjörgu Birnu líka. En ég skil vel punktinn og ég ætla að bregðast við kalli hennar það að við konur hér í þessum sal tjáum okkur kvennastéttir. Auðvitað eigum við alltaf að standa vörð kvennastéttirnar og gæta þess að það sé ekki halla á þær hvað laun varðar og aðra starfsaðstöðu. En við þurfum líka að vera í takt við aðra stéttir. Við getum ekki verið að hækka launin okkar umfram það sem að gengur og gerist í samfélaginu, umfram almenna launaþróun í landinu. Þetta er bara allt og mikil hækkun til þess að við getum kynnt henni í einu vetfangi. Þannig að tillagan út af fyrir sig er ágæt, en mér finnst hafa kjörnir fulltrúar í meirihlutanum hafa kosið að snúa út úr málflutningi borgarfulltrúans Sveinbjargar Birnu og ég skil hennar afstöðu vel. Við þurfum alltaf að gæta þess að passa upp á kvennastéttirnar og eins og hefur komið fram hérna þá eru kennarar, það er náttúrulega stór kvennastétt og við þurfum að passa upp á það að
það drægist ekki aftur úr og sú stétt drægist ekki aftur úr, en við þurfum að standa með stéttunum í landinu og við eigum ekki að þiggja launahækkun af þessu tagi. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og borgarfulltrúar, ég ætla nú bara að taka þeirri áskorun sem hér var lögð fram og tjá mig þetta mál. En eins og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lýsti hér ágætlega, þá komu þetta hækkanir kjararáðs eins og þruma úr heiðskíru lofti inn á vinnumarkaðinn og við erum held ég öll sammála það. Við erum sammála það. Það þetta fjölmargir tjáð sig þetta, meðal annars þingmenn, ráðherrar, og ég held að sé vel þess virði að gefa Alþingi færi á því að fjalla málið. Hins vegar finnst mér nú bara athyglisvert að heyra kvennavinkilinn hjá borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur. Ég held að með ekki gera lítið úr því, ég meina það þarf ef við ætlum að fara þá leið að lækka hlutfall af þingfararkaupi til þess að miða við fyrir laun borgarfulltrúa, þá þurfum við að taka aðeins umræðu starfið. Þessi leið var farin eftir að þverpólitískur hópur fjallaði hann fyrir mörgum árum einmitt til þess að aftengja okkur við það að þurfa að standa og taka ákvarðanir eigin laun. Því að það bara eðlilegt að reyna að fjarlægja það frá hópum eins og okkur sem eru til alls vís. En svo langar mér bara líka að taka undir það að ég veit ekki, ég áttaði mikið á því einmitt þegar borgarstjóri tjáði sig málið hvenær var það 1. nóvember, að þá einhvern veginn talaði hann sem svo, hann væri undir sama hatti og aðri kjörnir fulltrúar, en svo það ekki. Ég hef reyndar ekki lesið ráðningarbréfið, óskaði eftir því fyrir fundin en fékk það ekki, reyndi að koma með það núna en hef ekki geta lesið það. Þannig að mér finnst við hefðum mátt skoða þetta eins betur. Og það þetta búið að opna þessa umræðu og við þurfum að fara í gegnum hana. Við þurfum þá að fara í gegnum hana. Ég meina, hvað ætlum við að ræða? Hver eru viðmiðin? Við erum núna 77% af hlutfalli þingmanna. Ég veit ekkert nákvæmlega af hverju sú ákvörðun var tekin. Ég veit það ekki. Var það vegna þess að við borgarfulltrúar höfðu minni viðveru eða voru frjálsari eða hvað var, það minni ábyrgð eða hvað? Við þurfum að taka þessa þá umræðu. Hún algjörlega eftir. Og þá erum við náttúrulega bara að opna einhvern veginn á miklu stærra mál sem verður held ég ekkert leyst alveg verði það þannig að Alþingi bregðist ekki við verður ekkert leyst með einhverjum einföldum hætti. Þannig að mér finnst að vera að gefa lofar af þessu tagi út í bláinn á þess að skoða þetta aðeins betur. Mér finnst það ekki góð vinnubrögð. Hins vegar tek ég undir það að þessar hækkanir kjararáðs voru slæmar og hafa slæm áhrif á vinnumarkaðinn og auðvitað viljum við að Alþingi og þeir sem þar einhverju ráða bregðist við, en ég hefði viljað að við myndum aðeins að róa okkur hér, fara ekki að lofa einhverju sem ekki svo einfalt að standa við. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú fyrst og fremst fá að þakka fyrir ræðu borgarfulltrúans. Hefði átt að nefna kannski andsvörum við borgarfulltrúa Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörnsdóttur, en það algjör misskilningur að laun borgarfulltrúa hafi einhvern tímann verið 100% af þingfararkaupi og hafi á einhverju tímapunkti verið lækkað. Það bara ekki rétt. Og en ég kann ekki nákvæmlega prósenturnar, en mig grunar að þetta nú heldur hækkað síðustu 20 árin heldur en hitt, þetta viðmið, en það var aldrei þannig að þetta væri 100%. Það hefur verið rætt að gera það vegna umfangs starfsins, en það var aldrei 100%. Þá borgarstjóri lokið við það að veita andsvar og telst andsvörum lokið og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá.
Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar, ég var svo langt sinni ég kom að ég myndi ekki hvað ég ætla að segja. En ég man hvað ég ætla að segja ekkert svo marga hluti. Þarna, takk fyrir þessa umræðu. Hér finnst mér liggja fyrir ágætistillaga. En ég furða mig pínu á hvernig umræðan fer af stað og hvernig einhvern veginn þarf að fara strax í æsing og í stað þess að biðja samtal þá heimtað að konur fari hér upp og síðar heimtar konur meirihlutans. Meðan ég tel úrskurð kjararáðs algjörlega vera mál okkar allra. Af því annars ef við varum bara konundar að vinna í þessu þá væri þetta gjörsamlega ómögulegt. Ég held að við séum öll sammálum hérna að þessi prósentahækkun sem þar talað sé galin. Ég held að við séum öll sammála að kjör kennara þurfa að hækka sem og margra annara almenna launþega. Þannig að ef við erum sammála þarna, það allavega þá góður útgangspunktur og tillagan felur einmitt í sér að gefa okkur frest, ekki fara á hratt í að einmitt fara í þessa gölnu hækkun, heldur einmitt að standa vörð þá til dæmis starfsfólk Reykjavíkurborgar sem að miklu leyti starfsstöður fylltar af konum. En eins og segi, ég bara furða mig á að okkur er ekki allir að fara upp að tala svona, ekki bara við konur, jafnvel því þessi kona. Takk. Það borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, kæri borgarfulltrúar, ég kem upp að sjálfsögðu eftir því var kallað, en ætlaði annars ekkert að tjá mig þetta, mér finnst þetta liggja frekar ljóst fyrir. Mér finnst þetta of há launahækkun til þess að við getum setið bara og tekið við henni sem kjörnir fulltrúar, meðan aðrir að berjast fyrir launum til þess að ná endum saman. Við erum á ágætislaunum og mér finnst ekki forgangsatriði að hækka okkar laun. Og mér finnst þessi úrskurður kjararáðs 45% launahækkun einhvern veginn ekki þannig að maður geti bara setið og einhvern veginn látið þetta yfir sig ganga. Mér finnst þess að rétt að halda því til haga að málið á þinginu og tek undir það sem borgarstjóri sagði áðan. Mér hefur fundist þingmenn tjá sig þannig að mér finnst ekkert ólíklegt að þeir muni bregðast við þessu með einhverjum hætti. Því það líka þeirra hagur að sjálfsögðu að hér fari ekki allt á annan endan á launamarkaði eða á vinnumarkaði. Sem ég skil á mörgu reyti, fólk sem að berjast fyrir kannski 3% launahækkun eða 4%, ef það heyrir svo að ráðamenn þjóðarinnar fá 45% launahækkun, það getur einhvern veginn ekki hljómað sanngjarnt. Ég hef ekki litið á stjórnmálamenn sem kvennastétt. Þetta er áhugaverður vinkill og kannski munu laun stjórnmálamanna lækka eftir því sem konum fjölgar. Það getur vel verið. Þetta er alveg sjónarmið sem að má ræða og bara fullgilt þannig lagað, en enn sem komið þá er það ekki þannig og enn sem komið þá það nú kallar sem að eru í forsvari stjórnmálaflokka og fá flest embætti og sitja í flestum, en þá eru karlmenn í meira hluta á þingi og í borgarstjórn og víðar. Þannig að, en hver veit hvernig þetta þróast? Og við erum kannski viljugri að afsala okkur launahækkunum. Það getur vel verið eins og Sveinbjörg Birna, borgarfulltrúi, kom inn á. Það má vel vera að það sé point. Þannig að ég held að við séum í raun alveg sammála öll hér inni og ég vona að það komi ljós þegar við greiðum atkvæði þessa tillögu. Við erum auðvitað bara að vísa kannski málinu meira til þingsins. Þar sem að það er ekki okkar vilji að vera að ræða hér okkar eigin laun. Nú er borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson næstur á mælendaskrá. Frú forseti, tek undir það sem þér hefur sagt staðsetninguna, gaman að koma í Hagaskóla og þessi fundur skuli vera haldinn hér. Ég ætla ekki sérstaklega að tjá mig undir þessum lið. Tillagan sem hér liggur fyrir bara ljómandi fín og mjög stund nokkuð skýr, eða hún er bara mjög skýr. Ef það er svo, nú er ég bara menntaður í kvennaskólanum og í sagnfræði og stjórnmálafræði, ef lögfræðin segir að það sé réttur okkar að fá þessi laun og jafnvel það sé verið að brjóta á mannréttindum okkar, þá
hljóta þeir borgarfulltrúar sem telja á sig gróflega boðið að sækja þann rétt. En ég trúið ekki að hér sé einhver inni sem hefur bara geð í sér að gera það. Ef það svo að við erum sammála að þessi hækkun sem var þarna kveðið á á kjördag sé engu takti við það samfélag sem við hér búum og það skipti máli inn í þær viðræður og ýmsa hópa meðal annars kennara, þá væntanlega enginn að fara að sækja þann rétt. Ég þekki ekki hvernig þetta liggur út frá lögfræðinni en mér finnst það raun og vera auka atriði. Ef við erum sammála það að þessi hækkun sé allt of brött, að þá, hvernig formið en þá bara sækir sá hinn sami sér þann rétt, eða þessi laun frá síðustu mánaðamótum. Það er svolítið svona, kannski er bara svona hluta af pólitíkinni, en mér finnst það svona í að því og mér finnst það svolítið ósmekklegt að svona það ekki komið skýrt fram að þegar Dagur leggur þetta til hérna strax á fundi eftir þessa úrskurð, að það verður þessi launir ekki greidd út strax og það fyrir ákveðið ferli af stað, að það ekki áttu við hann sjálfan. Í að því að hann hafi ætlað að halda einhverju launum fyrir sjálfan sig. Það er bara ósmekklegt. Varðandi þetta hlutfall, þá eins og Dagur kom inn á, það hefur aldrei verið 100% af þingfararkaupi, var 80% að mér skilst þangað til fyrir nokkrum árum, ég man ekki nákvæmlega þá sögu, en lækka niður í 77,82% eins og það er núna, sem hlutfall af þingfararkaupi, og þar með eru grunnlaun borgarfulltrúa skilgreind. Það eru grunnlaun okkar fyrir vinnuna og aðrar álagsgreiðslur miðast út við grunnlaunin. Ég hef litið svo á, og það verður kannski eitthvað sem þetta að taka upp í forsætisnefnd, að það væri grunnlaun með við bara fullt starf borgarfulltrúa, og fyrir utan alltaf það er álagsgreiðslur sem eru greiddar fyrir að vera formaður nefndar, að vera í 3 nefndum, að sitja í borgarráð og svo framvegis. Það sem hækka launin verulega, og launin eru ágætt, hærri en ég hafði þessi framhaldsskólakennari, en við höfum viljað hafa þessa tengingu við kjararáð, en eins og ég segi, það eru allir sammála þetta, nema ég átta mig ekki alveg á borgarfulltrúa og afstöðu Sveinbjargar Birnu, hvort hún sé á móti þessu eða hvort hún vilji halda þessu launum inni. Kvennavinkillinn er klárlega vinkill þarna, en ég átta mig heldur ekki á honum. Fyrir mér er þetta bara mjög skýrt. Boltinn er núna hjá Alþingi. Eini þingmaður sem ég hef séð eða orðið var við telji ákvörðunina fína, er Sigríður Andersen, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, en allir aðrir sem hafa tjáð sig tala gegn úrskurðinum. Þannig að það hlýtur að verða niðurstaðan þegar þing kemur saman, og vonandi verður það sem fyrst, að það verður farið í þetta mál þar, og þá þurfum við litlar áhyggjur að hafa hér í þessum sal. Takk. Þá er borgarfulltrúi Magnús Már Guðmundsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég held að þetta sé einn óþægilegasta umræða sem hefur tekið þátt í sem kjörinn fulltrúi. Maður líður svona sem að sé að labba á glerbrotum einhvern veginn alla daga, því að maður er einhvern veginn hræddur að mann verið brigslað einhvern veginn að vilja endilega þessa peninga ef maður leyfir sér kannski að tala prinsip í þessu máli. Því að ég var einn af þeim kjörnu fulltrúum sem leið pínu þess að ég var í kildi í andlitið því ég sá þetta, því að ég svo sem kannski vildi ekki þessa hækkun, en ég svo sem finnst ég kannski heldur ekkert of góð til þess að mæta því að ef eitthvað er í ákveðu ferli út af ákveðnum ástæðum, að þá sé það af ástæðum sem alveg vert að ræða. Og ég held að, eins og ég segi, ég hef varla heyrt í þeim
kjörna fulltrúa eða bara almenningi einhverjum hérna í samfélaginu sem að finnst þetta kannski, þú veist, að þetta hafi verið of bratt, þetta eru vond skilaboð inn í svona titrandi vinnumarkað og það margt þarna sem má skoða betur. En mér finnst við þurfa samt aðeins að passa okkur hvert við erum að fara að stefna áfram þessu umræðu. Og ég ítreka að ég skíthrædd að orða þetta, því að umræðan einhvern veginn þannig að hún annaðhvort eða ef þú leyfir þér að orða það að það séu þarna prinsip sem að ber hafa í huga þá sért þú með einhverja peningaglíu í augum, en ég vil ítreka að svo alls ekki. Það hins vegar, og mér finnst þetta áhugaverður kvennavinkill Sveinbjargar Birnu, og auðvitað kannski svo að ákvörð núna kannski tilviljun að konur í meirihluta. Ég hef áður talað þetta í samhengi við jafnréttislögin, þar sem að núna það svo að lög sem voru sett til aðstoðar konum fyrst og fremst núna, að valda því að þær fá síður sæti í stjórnum og nefndum og svoleiðis til þess að geta að jafnræða, og mér þykir þessi vinkill borgarfulltrúans áhugaverður. Eitt varðandi kvennastéttina, þó ég taki undir með borgarfulltrúa Heiðu Björgu Hilmisdóttur að ég kannski líti ekki enn sem komið í stjórnmál almennt á sem kvennastéttar vinnustaf. En mér finnst það pínu áhugavert að ef við erum að opna á það að stjórnmálamenn hlutist til eigin laun, og þá í prinsipinu á það að vera, kannski jafn skrítið að vilja lækka þau eins og vilja hækka þau, og allir eru sammála að það sé skrítið. En við erum að opna á alls kyns svoleiðis með því að opna fyrir að pólitíkin sé að skipta sér að þessu. Og það sem mér finnst áhugavert við kvennavinkil borgarfulltrúans að það hefur sýnt sig, bæði á vinnumarkaði og bara almennt í alls konar einhverjum félagslegum stúdíum, að konur verðmeta sig lægra. Þeim finnst óþægilegra að þiggja bæði laun og hrós og ölmusu og gera sér breiða, og það bara allt í samfélaginu sem segir okkur alla daga að það séu ekki góð gildi, og sérstaklega gagnvart konum. Og við vitum alveg hvernig pólitíkin og eins og ég byrjaði þessi ræðu mín þetta mjög óþægilegt að ræða. Og við vitum alveg hvernig umræðan verður ef við ætlum að taka þetta áfram og ef við viljum að þetta sé einhvern hátt í fanginu á pólitíkinni, því að við erum í raun ekkert að segja neitt annað en það. Hvað það annað en það að segja við ætlum að bíða eftir að þingið gera eitthvað, hvað á þingið að gera? Ætlum við að endurskoða lögin? Já. Lög kjararáðs ekki træðileg. Það stendur á lög kjörinna fulltrúa að taka mið af launaþróun, sem hefur ekki gert undanfarin ár, og ég er ekki að réttlæta þessa ákvörðun, ég vil taka það fram í þriðja skipti. Mér finnst þetta bratt, þetta og mikið, þetta vond tímasetning og allt það. En það ekkert í fljótu bragði endilega sem að sýnir fram á að þetta sé algjörlega, að þarna sé ekki verið að fylgja lögum, eða þarna sé verið að brjóta reglurnar, eða þarna sé verið að fara á svig við það samkomulag var sett eða þetta var sett á. Þannig að við erum þá að segja að pólitíkin að taka þetta í fangið. Og við erum að setja þá kröfu á til dæmis konur að þurfa að standa einhvern veginn frammi fyrir svona ákvörðunum, og þarna eru hlutir sem á gjarnan ræða betur. En ég vil taka fram að bæði ég sjálf og við fulltrúar Sjálfstæðisflokks munum samþykkja þessa tillögu. Við skiljum öll af hverju hún við viljum öll reyna að stemma stigu við því að ákvörðun sem þessar einhvern veginn fari og valdi því að það verði til dæmis erfiðara hér að bara mæta, að bara vera í svona samfélagi þar sem að fólki almennt finnst frekar sanngjarnara heldur en hitt. Það eitthvað sem við viljum alls stefna á. Og við fögnum því og fínt að þetta verði rætt áfram og skoða, og það kannski þessna sem ég að ræða þetta. Því við þurfum pínu að vita hvað við ætlum að ræða og skoða. Og hver næsti leikur ef við segjum sem svo. Við vitum ekkert hvað þingið mun gera. Ætlum við þá að taka þetta aftur til okkar? Því að það í prinsipinu þannig, og þegar ég sá borgarstjóra bregðast strax við þennan morgun, sem ég skil alveg, okkur leið öllum sem hefur verið kýlt í andlitið. Ég ætla ekki að gera lítið úr því, þetta var mjög vont. Þetta var mjög óþægilegt. En talandi til dæmis samtal og samráð, ég veit ekki til þess að borgarstjóri hafi endilega hringt í eitthvert okkar og borið þetta undir okkur, eða hvort þetta væri eitthvað sem ég var sammála eða hvort það stigið kannski pínu varlega til jarðar og við myndum gera þetta einhvern veginn í sameiningu. Það að mér vitandi var það ekki gert ef borgarstjóri hafði samband við aðra fulltrúa meirihlutans og biðst afsökunar á þessu. En sko þarna stigið fram og þarna við erum komin á ákveðinn stað, og ég sé að önnur sveitarfélög hafa gert þetta sama, og ég meina flestir ráðherrar og þingmenn hafa sagt að þetta verði einhvern veginn endurskoðað. Við vitum ekkert alveg hvernig.
En ég óska eiginlega bara okkur öllum og ekki síst samfélaginu og líka bara í framhaldinu að við verðum að passa okkur. Hvað er borgarstjóri sagt? Heyrðu, mér er svo gaman að vera borgarstjóri, ég ætla að afsala mér öllum launum. Ok, hann kannski hefur efni á því, ég veit ekki hugmynd það og ég vil ekkert endilega þetta fara á svona persónulega nótur og ég biðst afsökunar ef að ég er rauninni kannski búin að því og ég biðst afsökunar á því. En ég er að nota sem prinsipsmál. En það má ekki vera þannig að mögulega einhverju aðri sem mögulega hefði áhuga en hafa þá ekki kannski tök á að taka þátt í þessu starfi út því þeir eru bara í öðrum aðstæðum heldur en margir aðrir. Og þetta er eitthvað sem við verðum líka að hafa í huga. Það er ekki alltaf göfugt að stíga fram og taka alls konar svona ákvarðanir án þess til dæmis að vera búin að leita einhvers konar samráðs, vera aðeins búin að hugsa þetta mögulega aðeins lengra. Hver er næsti leikur? Hver er að fara að bera þetta lengra? Og hvernig verður það gert? Ætlum við að setjast niður og ákveða hvað er ásættanleg laun? Og svo mun ég koma og segja, heyrðu, veistu að ég er búin að leggja svo mikið fyrir þannig að 150.000 krónur var príðilegt, takk, bara mjög sátt. Ætlar eitthvað ykkar að biðja eitthvað meira en það? Þannig að þetta verður áhugavert og ég bara nefni þetta því að það er ótækt að þetta sé komið í fangið á pólitíkinni. Þess vegna er þetta kjararáð með þær verklagsreglur sem það vinnur eftir. Það er ástæðan fyrir því. Og við erum öll sammála um þetta var vont, þetta var of langt gengið, þetta er vond tímasetning og allt það. En núna erum við búin að stíga skref og pólitíkin er þannig og það er bara samfélagið stundum þannig og við munum öll samþykkja það. En ég óska þess innilega fyrir okkur öll og fyrir framtíðina og fyrir framtíðar kjörna fulltrúa sem vilja mögulega taka þátt í sama úr hvað aðstæðum þeir koma eða hvernig þeirra hagur er almennt, að við náum einhvern veginn að stíga varlega til jarðar varðandi hver næstu skref verða, því að þau verða mjög vandmeðfarin og við þurfum að vanda það vel. En ég bara trúi ekki öðru en að við gerum það vel. Takk. Þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að verða við áskorun borgarfulltrúans Sveinbjargar Birnu að koma hérna upp. Mér fannst ræðan hennar Hilda Sverrisdóttir alveg frábær og bara takk kærlega fyrir hana. Mér eins og held í öllum öðrum finnst þessi hækkun allt svakaleg og einhvern veginn í engum takti við það sem er að gerast í þjóðfélaginu. Það hafi auðvitað komið skýringar frá fjármálaráðuneytinu það að laun alþingismanna hafi ekki hækkað í samræmi við launaþróun síðustu árin og þar af leiðandi sé þetta í rauninni leiðrétting á því en mér finnst hins vegar kjarninn í rauninni koma fram í ræðunni hjá borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur. Það er ekki okkar að ákveða launin. Það má aldrei verða þannig að held ég að við pólitíkusarnir sjálfir séum að ákveða hvaða laun við höfum. Það verður að vera einhver hlutlaus aðili og ég held eins og svo margir aðrir og eins og þessi tillaga að þetta er svolítið í höndum Alþingis, hvað ætlar Alþingi að gera og meðan að sú umræða hefur ekki farið fram innan Alþingis að þá er auðvitað eðlilegt að við frestum þessari hækkun og höfnum henni fram til áramóta og sjáum í rauninni hvað gerist. Og ef það gerist ekkert, að þá er í tillögunni að þetta fari til forsætisnefndar og þá verður það að skoða aðra leiðir eftir áramót og þá verðum við að finna hvað það er ef að þessari launahækkunni verður ekki, hún í rauninni alþingismenn kom ekki vekk fyrir hana eða kannski hluta af henni eða hvernig sem þetta fer, að þá þurfum við aðeins að vega og meta hvernig á að miða laun borgarfulltrúa, hvort að ég hætta að miða þau við laun alþingismanna sem að ég tel nú reyndar að sé ágætis leið að miða við þau. Það er kannski erfitt að miða við eitthvað annað en þá kemur þetta inn í hvort að við miðum þá við að hlutfallir sé eitthvað lægra. Þannig að ég mun samþykkja þessa tillögu en það var öll forsætisnefnd á tillögunni þegar það var ákveðið að setja hana á dagskrá. En ég held að mér finnst í rauninni
þessi ræða sem að Hildur, svo ég segi það í þriðaskipti, borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir sagði hér áðan, þetta er vandmeðfarið mál og það þarf auðvitað að stíga varlega til jarðar og það á ekki að ana neinu og við höfum auðvitað tíma núna. Þetta er afþakku launum til áramóta, þannig ef ekkert gerist þá verðum við auðvitað að skoða allar hliðar þessa máls strax eftir áramót. Þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Skúli Helgason næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta hefur verið áhugaverð umræða þessa tillögu og leið og ég ítreka eindreginn stuðning minn við tillöguna og þá er kannski rétt aðeins að vekja athygli á því þeir sem ekki hafa fengið á því fregnir að í svona þessum stóra pólitíska umhverfi í landinu þá hafa þau tíðindi orðið að það er búið að slíta stjórnarmyndunarviðræðum sem hafa staðið yfir undanfarna daga. Hvaða máli skiptir það í þessari umræðu? Jú, það dregur væntanlega úr líkunum á því að Alþingi komi saman svona með formlegum hætti á allra næstu dögum eða jafnvel vikum. Ég held að það sé ekki heppilegt inn í þetta umhverfi. Ég held að þessi ákvörðun hún stendur, úrskurður kjararáðs stendur þangað til að annaðhvort Alþingi stígur fram og gerir þá kröfu að kjararáð endurskoði sína afstöðu eða kjararáð að eigin frumkvæði tekur nýja ákvörðun. Og mér finnst skipta mjög miklu máli að við hér sem borgarstjórn sendum þau skilaboð skýrt að við óskum eftir því og skorum á stjórnvöld í landinu að kalla saman þing til þess að aftengja eða reyna að lágmarka þann skaða sem að þessi sprenging hefur valdið. Því það er auðvitað alveg rétt að þetta var sprengja inn í kjaraumhverfið og við þær aðstæður finnst mér með fullri virðingu fyrir þeim sjónarmiðum að menn eigi að stíga varlega til jarðar. Mér finnst það bara einfaldlega alls ekki nægilega sterk skilaboð frá okkur hér inn í þetta umhverfi. Því að við erum ekki í einhverju tómarúmi og þó að ég sé fullkomlega sammála á því prinsippi að kjörnir fulltrúar eigi ekki að ráða sínum launum sjálfir, að þá þurfum við að vega það prinsip á móti því að hér hefur verið stigið út úr umhverfinu og ég vil reyndar halda því fram að kjararáð hafi með sínum úrskurði brotið gegn 8. grein laga kjararáð sem að segir að kjararáð eigi ætíð að taka tillit til almennra þróunar kjaramála á vinnumarkaði. Þeir sem að vilja líta á þetta út frá sjónarmiðum lögfræðinnar verða að taka það sjónarmið með í reikninginn. En ég vildi bara koma þessu á framfæri í lokin, þakka fyrir umræðuna en hvetja þess að við höldum uppi kröftugum þrýstingi á að Alþingi verði kallað saman til þess að taka þessa ákvörðun eða skora á kjararáð að taka þessa ákvörðun tilbaka. Það er borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur og síðastur á mælendaskrá. Ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst þakka fyrir þá samstöðu sem birtist í umræðunni og ágætar hugleiðingar og varnaðarorð varðandi næstu skref sem við tökum bara með okkur inn í þau, nákvæmlega hver sem þau verða. Það er borgarstjóri lokið máli sínu og við berum tillöguna upp og mig langar til að beða borgarfulltrúum að sitja í salnum meðan við berum þessa tillögu upp. Þá tillagan borin upp þeir borgarfulltrúar sem samþykkja hana gefi merki. Hún er samþykkt samhljóma. Áskula þá fulltrúar minnihlutans áskila sér rétt til bókunar og einnig fulltrúar meirihlutans. Þá göngum við